Og ég leita í eyjarnar eins og þín í æskum minna skóg. Þar sem lundin ljúfast þú, þar sem lifði sigli góð. Og inni og sótti í sjávarvík 60.000 tonn. Meðan lífsþorstinn leiðir á hjörtum, meðan leifstrar auðsklóð. Og á höfðanum þjóti ein 13 stíl, ég þrái heima svo. Þar sem lundin ljúfast fugla, þar sem lifði sigli góð. Og inni hann sótti í sjávarvík 60.000 tonn. Meðan lífsþorstinn leiðir á hjörtum, meðan leifstrar auðsklóð. Og á höfðanum þjóti ein 13 stíl, ég þrái heima slóð. Ég þrái heima. Ágætu gestir, bjóðum ykkur velkomin hingað í dag, Þekkingarsetur Vestmannaeyja og Sagnheimar. Og tilefnið augljóst og hefur gert ágætlega grein fyrir því. Helga Hallgrímsdóttir samferðum á eftir því sem ég hef talað, taka við og lýsa bátnum og tilurð því hvernig þetta varð allt saman. Ég ætla ekki að verða langorður en ég stend ekki freistinguna að skoða þessa mynd með okkur. Þessi ljósmynd tekin 1907 á Stokkhellunni sem var undir Bæjarbryggju. Bæjarbryggjan byggð yfir þessa Stokkhellu sem var klapparhryggur og sá sem tekur myndina, hann hét Torvald Krabbe og ætlum að reyna að lýsa hans hlutverki, þá var það líkast eins og hann væri eins og vitamálastjóri eða siglingamálastjóri í dag. Merkur maður, tók töluvert af ljósmyndum hérna í Reykjavík. Hann gerði uppdrátt að bryggjunni og þegar hann kemur hingað í apríl 1907 þá tekur hann nokkra myndir, 2 hérna niður við Höfn og þetta önnur myndin og hann Sæþór Þorbjarnarson vann þessa mynd og ég dáist að því að hann skildi velja myndina sem var í númer 2 röðinni. Ég sé fyrir mig að hin myndin meira notuð, það sem sést í Edinborgarhúsið og meira, þetta ofboðslega sterk mynd eins og hann nálgast hana hérna. En sem sagt, hann tekur þessa mynd hana og hvað sýnur hún okkur? Hún sýnur okkur það að hún eitthvað örlítið farið að vinna hérna við það sem síðan var Edinborgarbryggjan, þetta nokkurn veginn þar. Við sjáum síðan konur að taka á móti aflanum í fjörunni Dró. Hérna eru þær, þetta hérna við fyrir rétt nálægt nausthamrinni hérna fyrir neðan og hérna greinilega verið að skipta afla, það ekki verið að vaska og við sjáum síðan hérna áraskipin hvert á fætur öðrum og menn að taka hérna upp áraskip. Áraskipin voru stærri skipin, stærri en þetta Helga fyrir betur við það. Eitt raunar með Vaffer 3 þarna en við sjáum líka meira á þessari mynd. Sjáum þetta hérna, hvað skildi þetta nú vera? Þetta gaslugt eða þetta tekið 1907 og rafveitan stofnuð 1915. Þannig að þarna var verið með nokkurnar gas þarna og þetta voru ljóstýrur á þessum þarna tíma. Þetta hús hérna núna, ef maður staðsetja það í dag, það verður þá svona inni í hraðstöðinni eða réttara sagt inni í fiskmjölsverksmiðju Ísfélagsins. Við förum lengra. Þetta hérna hús hét Kumbaldi. Þetta var notað sem veiðarfarahús, þetta var líka notað sem leikhús tíma, hugsið ykkur, og notað sem leikhús.
Fyrir austan það Austurbúðin sem maður kallaði oft Bríðihús og það var hlaðið úr steinihognum úr Heimakletti eða fallið úr Heimakletti, aðalega og síðan notuð steypa. En þetta hérna hús, það brennur 7. janúar 1950. Sama dag og Helgi Vaffi fórst á skerinu og allir sem voru fórust. Það gerir síðdegis hennan sama dag en klukkan 10 kvöldið á brjálað veður, austan 13-14 vindstig, hraðistöðin stóð hérna við hliðina, steinhús, allur pappi sem átt að nota á vertíðinu var komin í geymslu á efstaloftinu. Þá voru loftlínur mikið, þær slógust undan í húsið, það er talið líklegasta skýringin að kviknar í, en timburhúsið var áfast nánast við stöðuna. Þannig að það kviknar fyrst í timburhúsinu þessu, það brennur til Kaldrakóla og þakið efsta hennar hraðistöðinu fyrir utan þetta vatn allt hús, vatn eða sjóréttar satt allt hús við slökkvistarfið. Og slökkvistarfið tók alla nóttina og hugsaði ykkur lífi hjá þeim sem voru á Faxaskeri, 2 á lífi, þeir sjá hérna rauða bjarma yfir klettin. Þetta með fyrstu minningu hjá mér sem krakki að fá ekki að fara út þetta kvöld og sjá pappaflugsurnar að vera á leiðinni inn í Hlíðarbrekkur, út á austanátti. Pappin á eftirðan hraðistöðin. Þetta var auðvitað skelfilegur tími á þarna en hérna sjáum við sjómennina á þeim tíma, hugsaðu ykkur, það ekki mikið vélar af þarna notað og þetta hérna eru síðan útgjörðarhús tilheyrandi þessu öllu saman. Ég Í sigti mjúkum blæ með fjöll á feldi grænum í fagna heima við lífsins fögnu fundu á fyrstu bestu stundu sólin hló á sundu og sigldu yfir fleyg. Hér hann afi á árabá og hundi sér best á sjó. En amma hafði á öldunni gár og aflan úr fjörunni dró. Vindur vék í vor og vængir lyftu gnóð, þeir höfðu vilja forðum að vína föð. Og þeir fiskinn fangar við flúsir og drangar, þó stormur strjúki vangar, það stæðir karlmanns lund. Og allt var skini skaftað og skjólið móður hjartað, ég leið í lenska bjarta við bjargfulla grið. Þegar vorið lagðað landi var líf í fjöru sandi, þá ríkti hunarsandi í ættu bárunni. Þegar í fjarska minn báturinn fer og boðinn úr djúpinu rís. Eyja mín kæra, ég óska hjá þér að eigi ég faðmlögin rís. Þó löngum fer á leiðum á lífsins vegi breið, þá finnst á fornum einum margt farið hjarta minn. En okkar æsku funa við ættum þó að muna á meðan öldur una í ástu fjörur stein. Býð ykkur velkomin hingað í dag og ég gef Helgu Hallbergsdóttur orðið. Gjörðu svo vel. Ég get náttúrulega ekki leynt ánægju mínu með þennan áfanga. Þetta er búið að vera alveg ofboðslega erfitt en skemmtilegt verkefni. Farsæll hefur fylgt sögu byggðasafnsins ansi lengi. Stofnandi þess, Þorsteinn Víglundsson, hann reið á vaðið og báturinn
Farsæll reyndar byggður 1872 en þá hann upphaflega bara fjórróin og það sem við Vestmanningar kölluðum jöl en síðan var hann breytt í sexæring. Hann í raun og veru síðasti fulltrúinn árabátaaldarinnar sem ennþá til og líklega eitt elsta skipi sem til. Og hann kom hingað Helgi Máni frá Sambandi Íslenskra sjómannasafna og hann var svoleiðis gráti nær þegar hann kom til mín, ég held að það hefði bara orðið slys í fjölskyldunni eða eitthvað. Og hann sagði, gerðu þér grein fyrir þessum dýrgrip sem þú ert með í höndunum. Og hann að rotna niður, ætlar að geta að gera í þessum mannesku. Hvernig má maður að bregðast við svona? Svo ég byrjaði aðeins að vesenast í þessu, en það gekk nú ekki niður rak. En ef við förum aðeins til að byrja með, þangað til að ég fékk bakverði safnahús allt í einu á mitt band. Loksins tókst mér að selja þeim hugmyndina. Og það var náttúrulega Arnar og Stefán og Ívar, Atla. Og með þessa þrjá menn á bakvið sig þá eru allir vegir færir. En það var náttúrulega svolítið með þennan bát. Það búið að vera, hann var í gamla daga svona litli bátar, voru ekki endilega nefndir neitt. En Farsæll, hann fékk þetta nafn 1920 vegna þess að hann hafði alltaf verið svo farsæll. Hann, Þorsteinn Víglundsson, forveri minn, 1956, þá fréttir hann af þessum bát, þar sem hann sé orðinn í landi, þar sem hann byggði, og þar sem hann sé náttúrulega hægt að nota hann og hann sé mjög illa farinn. Og hann lét nú ekkert stoppa sig sá maður. Og hann gekkst í því að byggðasafnsnefndin keypti bátinn á 900 krónur. Flott byggðasafnsnefnd. En þá var bara báturinn komið þar og hvað átti að gera? Jú, Einar í Bedil reddaði bíl og flutti bátinn og Helgi Ben tók hann í Skaftfelling og flutti hann til Eyja. Eftir það var hann dröslað, þeir sem hafa lent í að bera þennan bát, geta votta það að hann ekki léttur. Þetta engin léttavikt sko. Hún var dröslað upp á loft í gagnfræðaskólanum. Það sem var innst á ganginum í mörg ár og Eggert Ólafsson bátasmiður fór að hjálpa til að laga hann og hinn og þessi voru, ég hef grun að jafnvel nemendur, vistu þarna, nemendur gagnfræðaskólans hafa eitthvað verið að nota þetta líka. Hann var ekki með svona skýra línur alltaf að Þorsteinn Víglundsson, sko, hann var sparisjóðsstjóri, hann var skólastjóri, hann var safnstjóri og annað. Hann mundi ekki alltaf í hvað hlutverki hann var, þannig að hann svona, þetta rugglaði stundum hjá honum. Hann var með langa vinnudag, hann var komin á fætur fyrir 6. Hann svaf ekki, sko, hann var alveg. En allavega, þá sá hann til þess að þessi bátur var tjargaður og honum var haldið við og var það fín og honum var svo dröslað niður á byggðasafn þegar það opnaði í safnahúsinu 1976. En svo bara breytast tímarnir og áherslurnar og það fara að gera upp safnið og þá allt í einu, þá hann eitthvað fyrir og þá aftur dröslastið, slökkviliðið búin að nota þetta sem æfingu í mörg ár. Þá var hann dröslað niður alla stigana í safnahúsinu, fyrst út í fiskiðju og svo út á skipasand. Þar sem hann var undir plasti og þar kom Helgi Máni sem frá Sambandi Íslenskra sjómannasafna. Þar kom hann á bátnum, en hann hafði spurt mig hvar hann væri og ég hafði vísað hann að þangað í sakleysi mínu. Það var náttúrulega búið að skera plastið sem var yfir bátinn, hann var orðinn mýgandi blautur og hann sagði, þetta er stærsti dýrgripur safnsins, þú getur ekki verið þekkt fyrir þetta. Jæja, og svo var ég komin að því að ég var búin að samfæra bakhjarlana og þetta gekk nú voðalega hægt til að byrja með, en svo fórum við með hjálp þeirra og fleiri góðra manna, þá fór ég að ná einum fleiri manna. Og það var náttúrulega Vestmannaeyjabær og safnaráð og það var ekki nóg með það þegar ég fekk svo á mitt band líka Ívar Gunnarsson bátasmið, því að báturinn er aldursfriðaður. Og ég var náttúrulega að hafa fagmenn í að gera við bátinn. Það var aldrei markmið hjá okkur, eins og ég er búin að fá svolítið ádreipu með það var aldrei markmið hjá okkur að gera sjófæran, en það sjáu þið það gengur ekki. En máli var að stoppa breytingarnar í honum og varðveita hann á því stigi sem hann er núna, eins og búið að gera við Skaftfelling núna í Víkinni, Vík í Mýrdal.
Ok, þannig að við byrjum að tala þetta og erum með Ívar Gunnars og hann var svona, tók þetta af ástríðu þetta verkefni og það var svo gaman að, ég veit ekki hvað fólk hefði haldið sem hefur hlustað á samtölun okkar. Hvernig hefur það blessaði kúturinn? Hvernig gengur með það? Og svona voru samræðurnar okkar. En ok, svo fór hann að tala það vantaði spíl og það svona smá dæmi bara hvernig allir hjálpuðu stað. Ekki málið segir Ívar Atla. Smá tíma, fæ ég póst tilbaka. Heyrðu, ég hafði samband við Inga Sig og hann talaði Magnús Gylfa og hann ætlar að redda spílum og svo ætlar Óli Snorra og Kubbur að flytja þetta hingað og ég þurfti þetta. Já, ok. Hvað var maður að segja? Maður segir bara já, takk fyrir, skefing, Þetta var alveg bara frábært. Svona hjálpuðust allir að og svona gerast verkefni eins og þetta. Og þetta svo aldeilis frábært. Hann Arnar búinn að juða í mér að fá að lána þessu austurtrók í sýningu á Bátnum. Þetta náttúrulega safngripi, þannig ég vil ekki skilja það eftir. En þetta mér var svolítið gaman þegar ég fór að lesa þetta að þetta var, vitið þið hvað þetta heitir öðru nafni en austurtrók? Þú mátt ekki segja, ég var búinn að segja það. Eisill, ég hef bara aldrei í lífinu heyrt þetta. En Þorsteinn var náttúrulega austan, það getur verið að sé þaðan. Og ef það voru teinaringar, þá voru 4 austurtrók í Bátnum. Mér finnst þetta nú einhvern veginn, sjáu þið hvað þetta er. Mér finnst þetta alveg, þetta frá honum Magnús í Vesturhúsum, þetta. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt að sýna þetta. En núna hugmyndin var svo að, og þetta er hluti af því að við erum að minnast sögu okkar núna á 100 ára kaustarafmæli Vestmannaeyjabæjar, þá fannst okkur svolítið skemmtilegt að geta minnst þessa tíma og hann er fulltrúi fyrir þess árafótaöld sem er liðin, tímana sem voru, sem kom ekki aftur. Mér finnst hann ógeðslega flottur, það er skipta skoðanir kannski af því, en allavega, mér finnst, og þessi mynd hún náttúrulega segir allt sem segja þar, að því við erum sirka á þessum stað. Og það er mjög svo mikilvægt með eins og söfn að færa þau til almennings. Það þarf ekki alltaf að reyna að sækja almenning til okkar, við getum líka fært söfnina aðeins út til almennings, mér finnst það. En ég er ofboðslega ánægð með þetta, það á aðeins eftir hann Ívar þurfti því miður ekki með okkur í dag, Ívar Gunnars. En hann núna þegar hann kemur aftur eftir helgi, þá voru báturinn aðeins færður nær veggnum og aðeins hugað betur af festingum og annað. Og svo þá náðu ég náttúrulega þetta rata, hvað er hann? Við maður eftir að rata smá með svona ljósi og eitthvað svona, en hérna er svona mestu að vera komið og þetta bara, ég á eftir að koma hérna við og fylgjast með honum. Þetta eru virkilega skemmtileg tímamót og ég er ofsalega ánægð að þetta náðist í þessu mánuði núna, eins og planið var upphaflega. Því að ég er sjálf að þess að ferla seglin, þú ég ætla ekki að leggja árar í bát. Og það var auglýst þetta fyrir skömmu háseta vantar á bát. Það vantaði nýja safnstjóra og það er ný safnstjóri kominn og byrjaður að starfa með mér. Og ég er það bil að hætta. Og þetta er búið að vera alveg ofboðslega skemmtilegu tími. Hann er búinn að vera krefjandi og hann er búinn að vera allt. Búinn að vera skemmtilegur, erfiður. Ég hef hlegið og næstum því grenjað, ekki alveg, ég lærði það nú gert mér að grenja en það var næstum því stundum. Og þetta er bara búið að vera ótrúlega gefandi og þið bara vitið ekki sem ekki hafi starfað á söfnum hvað þetta er skemmtilegt. Þið missið það svo miklu. En allavega, þá langar mér á þessum tímamótum að þakka ykkur kærlega öllum fyrir samveruna og samstarfið og ég eftir að sakna ykkar allra. En það bara að taka nýjum menn við með nýjum áherslum og ég ætla bara að vera spriklandi í Grikklandi eða eitthvað annað og bara takk fyrir mig og takk fyrir að koma í dag og ekki að bjóða fólki. Ég skal gera þetta Já, þetta smástund. Eða bara kæra takk fyrir mig. Takk Marvin, við bjóðum Marvin að gera svo vel. Ég ætla svo ekki að tala þetta frábæra verkefni sem er búið að fara vel yfir, bæði af Arnari og Helgu. Mér langar aðeins að fá hana Margréti Lilju hingað upp líka til mín. Og
Og því að þetta er svona tímamót hjá þekkingarsetrinu líka, við erum að missa tvær góðar og öflugar konur frá okkur úr þekkingarsetrinu. Margrét Lilja, hún byrjaði hjá okkur í 2006 eða 2007 þegar við vorum að vinna í Knústasí-verkefni, Evrópuverkefni humarrannsóknir og síðan tókum við sem forstöðumaður eða safnstjóri Sæhjama fiskasafns 2010. Þannig að hún er búin að vera núna í 9 ár hjá okkur í safnstjórahlutverkinu. Helga tekur við þegar 2011, sumarið 2011, er sem eiginlega annar safnstjóri þessa safns núna eftir að það var tekið í gegn á sínum tíma. Þetta er búin frábæri tímar með ykkur, frábæri verkefni sem við höfum tekið fyrir. Þetta er nú bara gott dæmi með eitthvað af þessum mörgu verkefnum. Áherslurnar hafa verið breyst. Fyrsta árið, þessi 2 árin líklega sem að sagnheimastörfu, þá jukum við aðsóknuna gríðarlega mikið af ferðamönnum heimsóknum inn á safnið. Síðan koma eldheimar og þá eiginlega dettur niður aðsóknum á safnið hjá okkur þar og við förum að breyta áherslum og förum að taka inn þessa viðburði og fáum öfluga menn með okkur til þess að vinna þar, meðan Kára Bjarnason og fleiri sem mjög sterkir þar í og ég held að starfið sem að Helga hefur unnið þarna er virkilega gott og skemmtilegt. Margrét Lilja, við höfum alltaf stóra PISU-eftirlitið okkar, það er alltaf kannski stærsta verkefni og svo nú auðvitað hvalirnir sem eru inn í bakgarðinum, þeir eru hluti af okkar vinnu þannig að þetta er búið að vera skemmtilegur og góð tími og ég ætla ekki að hafa þetta lengra því að allar veitingarnar eru orðnar kaldar og bjórinn orðinn heitur þannig að við skulum í dag að afhenda ykkur smá kveðjugjöf frá okkur í þekkingarsetrinu. Þetta er náttúrulega ekki mjög merkilegt en þið bara njótið. Takk fyrir.